Góðan dag og velkomin í þennan fyrsta þátt af nýja hlaðvarpinu mínu. Hér ætla ég að fjalla haldið ykkur fast, vörumerki. Hvern hefði grunað með við nafnið. En við ætlum ekki bara að ræða logo eða slagorð, heldur meira fólkið og sögurnar á bakvið sterk vörumerki. Ég heiti Margrét Björk og sjálf að hefja mína vegferð við að byggja upp eigið vörumerki og í þessum þáttum ætla ég að gefa ykkur smá innsýn á baku tjöldin í því ferli en líka spjalla við fólk sem hefur sjálft staðið í þessu. Ég ætla að reyna að komast að því hvað það sem gerir vörumerki lifandi og sérstakt og hvernig maður byggir upp eitthvað sem fólk tengir við. Og til að byrja þetta allt saman fékk ég til mín mannesku sem þekkir þessi mál líklega betur en flestir. Hún sérfræðingur í að byggja upp bæði fagleg en ekki síst persónuleg vörumerki. Og það einmitt það sem við ætlum að ræða í dag. Viðmælandinn í þessum fyrsta þætti Sesselja Birgisdóttir. Hún hefur mikla reynslu úr markaðsbransanum og hefur leitt stór verkefni fyrir mörg af þekktustu vörumerkjum landsins. En undanfarin ár hefur hún unnið markvisst að því að byggja upp sitt eigið persónulega vörumerki. Við ræðum hvers vegna hún ákveða að fara í þá vegferð, hvaða aðferðir hún notar og hvaða tækifæri hafa skapast í kjölfarið. Ef þið langar að styrkja þitt eigið vörumerki og skapa ný tækifæri, þá þetta þáttur fyrir þig. Því eins og Sesselja sjálf segir í þættinum, þá gerir þetta enginn fyrir þig. Og með það í huga skulum við byrja þáttinn. Sesselja Birgisdóttir, takk kærlega fyrir að koma og velkomin í þáttinn. Takk kærlega fyrir. Leiðir okkar virðast nú alltaf liggja saman með einhverjum hætti. Já. Við hittumst alltaf eftir. Við unnum náttúrulega saman þarna hjá Högum. Já. Ég var að vinna hjá Hagkaup og þú hjá Högum á sínum tíma. Það komið 4-5 ár síðan. Já. Og kann man segja frá því að við vorum að vinna þetta verkefni þarna að koma netversluninni á laggirnar í Hagkaup. Já. Það var skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegt. Svo náðum við smá tíma saman á Sín. Já. En hvað ertu að gera núna? Já, ég komin aftur til Haga í stjórnstöðu hjá Högum og fæ að vinna þar að mjög spennandi verkefnum áfram og já, sem að við getum ekki alveg sagt frá alveg strax en það kemur seinna. Okay, þannig að það er bara gaman að vera komin aftur. En við söknuðum þar. Já, einmitt. Var ég myndi að hugsa aðan þegar maður svona aðeins að rifja upp þessa tíma. Þetta var mikil keyrsla og þetta var mikil hraði og pressa og þetta var svona pínu chaos stundum. Ég man alltaf eftir því að þegar maður var einhvern veginn oft alveg einhvern veginn tauga og hrúga. Það var stundum svo gott þegar þú komst á svo föstudagsfundi og einhvern veginn komst og varst svona bara með yfirsýn bara hvað það að stressa ykkur? Hvað látið svona? Bara forgangsröðum og byrjum á eitt í einu og það var maður alltaf svona ok, þetta verður allt í lagi. Þetta svona pínu kannski lýsandi fyrir þig? Ertu ekki svona ofhugsa hlutina eða stressaði á þessu? Gaman að heyra þetta að maður hefði getað verið stundum ró í einhverjum storminum hana. En það er kannski svona ég hef náttúrulega í mjög langa tíma núna unnið í alls konar þróunarverkefnum og breytingaverkefnum og allt frá því að byrja með hvítt blað að búa til þjónustu í Skandinavi yfir í að fara mjög erfiða rekstrar niðurskurðarverkefni eins og til dæmis í Íslandspósti og svo í að gera fjölda stafrænna þjónusta þannig að maður kannski séð alls konar og þá var maður kannski auðveldara stundum með að ná yfirsýn og halda rósinni það maður æfist í því kannski með tímanum en jú, ég get líka alveg vel hlaupið í kaos sjálf Já, allan var þetta mín upplifun og einmitt eins og þú nefnir þá hefur þú ert mjög flotta ferilskrá að baki og bara hefur unnið fyrir mörg af stærstu vörumerkjum landsins og líka úti. Við ætlum ekki í þessum þætti að fara ítarlega í bakgrunn og ferilinn þinn en það var ég að hlusta á þátt sem að þú fórst í viðtal hjá henni Sesselju nafniðinni í athafnafólki. Já. Og mér langar eiginlega bara að benda fólki á að hlusta á þann þátt. Það er mjög gaman að hlusta á sögurnar einmitt frá Íslandspósti og hvernig þið tækluðu það og hvað þú gerðir þegar þú komst fyrst inn hjá Högum og svona. En við ætlum að ræða annað hér og það tengist nafni þáttarins vörumerki. En áður en við förum í það þá ætla ég að spyrja þig að spurningu sem ég ætla að spyrja alla viðmælendur og ég var búin að segja þetta við þig að undirbúa svari við þessu og það hvaða ráð myndir þú gefa yngri útgáfinni af sjálfri þér? Og það má vera hvaða útgáfa sem hvort sem það þegar þú varst barn eða unglingur eða bara í fyrra? Já, veist þetta
að því þú sendir mér spurninguna þá finnst mér þetta sko, þetta frábær spurning og það var gaman að veltina þess fyrir sig sko. Og það sem ég myndi svona segja við litlu Sesselíu væri að vera bara duglega að þora og standa með sjálfri mér og fylgja svona, að því til dæmis bara ef við hugsaum svona bara starfsama minn, þá hefur hann bæði allt frá menntun og bara allt sem ég hef unnið við, þetta hefur svolítið verið svona líkjað leið og ekki endilega svona hefðbundin leið og ég hef svona pínu alltaf þurft að finna með minn stað í svona umhverfinu sem ég hef verið að starfa í og þá hefur einhvern veginn reynst mér bara best að vera svolítið alltaf að stíga inn í hugrekkið sko og þora og ég hef oft líka verið í umhverfiða sem að til dæmis bara, hefur ekki svona, maður hefur verið pínu að brjóta ísinn og þá skiptir bara hugrekkið öllu máli og svo annað sem ég myndi kannski ráðleggja yngri mér líka að svona, vera í hugrekkinu og fylgja innsæðinu og síðan að svona umkringa með fólki sem að svona er duglegt að challenge mér, þorir að svona segja mér með hlutina eins og þeir eru og síðan duglegir að svona íta mér áfram og ég hef svona gert það alveg markvisst síðustu árin og ég finn bara hvað það hefur styrkt mig mikið og hjálpa mér mikið sko, þannig að það er svona það sem að og svo náttúrulega bara líka að njóta lífsins, bara njóta þess að vera til og njóta verkefnina og finna gleðin í verkefninu sko. Það er bara það er ekkert skemmtilega en að vera í verkefninu það sem er að skapa betri morgundag heldur en daginn í dag og bara njóta þess, ekki gleyma því líka sko. Algjörlega, þetta eru bara frábær skilaboð. Mér finnst þetta allt svona fara í sömu ræturnar, einhvern veginn þessum manneskja sem þú ert að lýsa sem að þarf að hafa hugrekki challengea sig og hafa gaman að þessu. Þetta er manneskja sem að þarf að vera með gildin sín á hreinu og ég er svona upplifið það hjá þér og það kannski tengist þessu sem að þú hefur að tala fyrir þú sem vörumerki. Nú hef ég aldrei farið á hann fyrirlestur sem þú hefur haldið reglulega og það er það sem mér langaði að ræða hér og gætir þið sagt okkur aðeins frá þessu konsepti og bara hvernig þetta kom til og bara aðeins farið yfir þetta. Já, ég þessi fyrirlestur er svona hann er alveg þetta er mjög sérstök saga mörgu leyti sko. Það er þannig að árið 2016 þá átti ég heim í Svíþjóð eða svona loka árs 2015 þá erum við búsett í Svíþjóð við flyttum aftur heim til Íslands 2016 eftir að hafa verið 10 ár í Svíþjóð og við vorum í raun og veru ekkert á leiðinni aftur til Íslands. Við höfum farið uppalega út í nám, stofnuðum svo fyrirtæki þar sem við vorum að skala upp í bara 120 borgir í Evrópu og svo hafði ég farið út úr félaginu og var í ráðgjöf og við vorum svona aðeins, við fjölskyldan vorum svona aðeins farin að hugsa hvað langar okkur að gera næst. Við vorum að leiðinni aftur til Spánar, við höfum búið þar áður og vorum ekkert að leiðin til Íslands. Þá í raun og veru býðst með tækifæri, bara gegnum eitthvað svona algjöra tilviljun. Ég fór á kaffibolla með Hilmari sem er svona þekktur hausaveiðari á Íslandi og hann bjóð þá í Kaupmannahöfn og ég fór að ræða við hann allt annað mál og hann var þá að leita að stjórnanda í starf fyrir Advania sem ég vissi ekkert og hann benti Advania á mig og þau voru þá að leita aðila að í raun og veru svolítið að styrkja vörumerkjastefnu Advania fyrir þessa skölun á þessu skandinavísku mörkuðum sem núna hefur verið síðustu ár hjá þeim þegar það hefur verið mikið uppkaupum á félögum og síðan að vera að taka það alltaf inn í Advania vörumerkið sem og að styrkja svona stafræna innviði vefverslanir og fleira sem hægt er að nota á öllum mörkuðum og þeir eru að leita aðili að leiða þessa vegferð og hafa í raun og samband við mig og úr var það svona bara þegar allt í hennu var komið þetta fræ að mögulega getum við bara hugsaði okkur að flytja heim aftur. Þér var boðið á Teamsfund en þú sagði bara herru, nei, ég kem bara. Mér fannst það svo geggjað. Þetta er ekki takan í Teamsfund, þetta er bara stærra mál en það. Já, og þeir vöktu mig með símtali og sagði, herru, við viljum bara
taka því atvinnu til Teams og fór ekki að lýsa stöðin og ég svona hálfnáði þessu og það átti að vera mánudagsmorgni og mér fannst þetta á Teams, mér fannst þetta svo fáránleg hugmynd sko að ég hoppaði bara upp flugvél á laugardegi og mætti atvinnuviðtalið að ég hugsa að ég ætla ekki að fara að taka einhvern veginn svona ákvarðanir í gegnum Teams, ég þarf að finna kemistrína, og við endur náttúrulega á því að sitja hann í halvan dag og spjalla saman og ég fór aftur tilbaka með ráðningarsamningin í hendinni og fór yfir það með fjölskyldunni en það þurftu að breyta öllum plönum hætta við að fara til Spánar og alls konar. Já, þetta var óvænt. Þetta var óvænt, en algjört gefispor og við komum hana heim og og það svona, mér líka mjög vel í starfi hjá Advanja og það bara var frábært að vinna þar og ég fann það strax að þetta var starf sem hentaði mig vel, ég hafði fullt af reynslu inn í það, ég var líka að læra helling en það var eitthvað svona eitthvað bara hverjum einasta degi sem að ég fann í raun og veru bara í störfunum mínum að hvað ég svona vantaði bara upp á að fólk þekkti mig og þekkti hvað ég væri búin að gera og hvað ég stæði fyrir og hvað reynslu ég hefði. Ég var að upplifa til svona alls konar skrýtnu hlutur sem ég var svolítið lengi að setja fingur á hvað væri. Eins og til dæmis ég var á fundi kannski með auglýsingastofu og þá Ægir forstjóri var með á fundinum og þá töluðu allir beint til Ægis, ekki til mín. Já. Og þetta er svona eitt dæmi og líka bara meðal starfsfólks það kannski leitaði frekar til aðal í teiminu, frekar í mín og ég sagði að það bara kynnast mér með tíma og svona. Svo var bara einn daginn, þetta var svona jafnt og þétt farið að stuða með pínu, svo var bara einn daginn sem ég áttaði maður, ok, ég veit af hverju þetta ég er búin að fatta af hverju þetta bara út af því að ég algjörlega óþekkt vörumerki á markanum, fólk þekki mig ekki, ég fer í nám í raun og veru, ég var ekki með þetta hefðbundna tengslanett á Íslandi, ég hafði farið í viðskiptafræði bara beint eftir menntaskóla, hætti í viðskiptafræðinni eftir 2 ár, með þess að styttra það eftir ár og fór svo að tóka einhverja kúrsa, þannig ég var mjög svona stöðbolt í því, fór svo fekk svo góða vinnu og ég fór ekki í nám töluvert lengi og svo fór ég aftur í nám seinna, fór þá í félagsfræði og eignaðist þá hjartveikt barn, þannig að ég var ekki, við vorum bara í pínu einangrun með hana, þannig að ég var rosalega lítið í tengslamyndunni í gegnum námið og svo í raun og veru bara þegar ég útskrifast ég úr félagsfræði og með viðskiptafræði og markaðsfræði grunn og þá förum við bara beint út. Já. Þannig að ég einhvern veginn hafði ekki farið svona þessa hefðbundnu leið sem oft kannski, margir fara kannski í Vestló og hitta þar sína aðeila sem tengjast inn í viðskiptalífið og svona. Þannig að ég var algjörlega með mjög lítið tengstanlegt og svo pluss það er ég líka frá Egilsstöðum, þannig að það var svona líka bara mikið af mínum vinum búsett út á landi og ekki á höfuðborgarsvæðinu, þannig að ég upplifði bara að bæði vantaði með tengstanletið pluss það að fólk svona sem ég var að vinna á móti á hverjum degi, það bara vissi ekkert hvað reynslu og þekkingu ég hefði. Nei. Og það að leiðandi, ekki það að fólk einhvern veginn væri að efast það, en það svona eðlilega bara talar til þeirra eða leita meira til þeirra sem veit að þessum hef ég oft unnið á móti. Og pluss það ég fann það líka alveg að þetta var alveg ákveðin svona áskorun bara í að ég hringi bara í þennan og spyr þennan en mér vantar ráðið þessu eða þannig og mér vantaði það mjög mikið. Þannig ég ákvað bara þarna þegar ég svona fattaði þetta, þá hugsaði ég bara, heyrðu, ég þarf bara að ég kann vörumerki af uppbyggingu, ég kann aðferðafræðina við það, ég sérfræðingur í því, þannig ég fer bara og tek bara sjálfa mig eins og ég væri að ráðleggja fyrirtæki að byggja upp sitt eigin vörumerki. Og ég bara með mjög einfalda aðferðafræði sem ég fylgi í því og ég kalla hana Ísjakan og þar ég bara svona með ákveðna aðferðafræði þar sem þú strakitist kortleggju hvað vörumerkið stendur fyrir og mikilvægast að fókusa á allt sem svona það sem ég kalla hryggjastykkið í Ísjakanum, það sem svona fyrir neðan sjávarmálið. Undir yfirborðinu. Já, það sem gerir vörumerki að vörumerki og fókusa minna á öll þessi ásýndarelement eins og ofta fólk að fókusa mikið á hvernig myndin á mér á LinkedIn og eitthvað svona, ég miklu meira að hugsa svona
hvaða hæfni og styrkleika hef ég, hvaða þekkingu, hvaða einmitt leiðarljós eða gildi, þú veist, hver persónuleiki minn í störfum, hvaða brandloforð er ég með. Og ég fer bara strakitist að byggja upp mitt vörumerki, bæði skilgreina það og líka bara miðla því. Og sýnileiki skiptir öllu máli þegar maður að byggja upp vörumerki. Það bara lykillinn og sýnileiki, svona, það sem maður kallar svona consistency is key, bara að vera stöðuleiki í miðlun og sýnileika yfir langa tíma. Það það sem að svona hjálpar vörumerkjum að verða til í hugum fólks. Og ég fer bara mjög strakið í sérstaklega fyrstu 2 árin í að miðla mér. Já, og getur hans farið yfir, hver var útgaman af þessari vinnu? Hvernig myndir lýsa þér sem vörumerki? Já, ég fer í raun og veru bara skilgreini ísjaka minn alveg og fer í gegnum það meðal annars í þessum fyrirlestri. Og aðeins bara til að áður ég fæ að svara þessu, til að svara spurningunni hvernig fyrirlesturinn kom til. Þá ég búin að vera að gera þetta í svona cirka, þetta kannski 1,5–2 ár sem ég bara svona strakitist búin að vera að vinna í þessu. Þegar það kemur eitt samstjórnandi til mín hjá Dani og segir, heyrðu, við erum að fá hérna hóp kvenna frá FKA í heimsókn á morgun, þetta eitthvað svona mjög stuttu fyrirvari. Og okkur vantar einhvern til að halda fyrirlestu fyrir þær. Getur þú sagt þeim eitthvað skemmtilegt? Hvað félag kvenna í atvinnulífinu fyrir að ekki vita? Já, það voru að koma að einhverju 100 kvenna hópur og og ég vissi þetta væri hópur og ég vissi hann væri með væntingar að væri með einhverju erindi sem myndi skila þeim einhverju virði. Og ég var svo guð mig góður, hvað á ég að segja þeim og búa til fyrir þær fyrir á korteri. En ég sett saman hann nokkra glærur þessa vegferð sem ég væri á, með bara sýnum ísjakan minn, ég sýnaði hvernig ég skilgreini mig sem vörumerki og ég sýnaði hvernig ég að miðla því og þá ég náttúrulega ekkert mikið að geta sýnt hvað árangur þetta að færa mér, sem ég get meira sýnt í dag. Og úr verður að bara þetta færi einhvern veginn rosalega góðan hljómgrunn í salnum og margar koma og hafa samband við mig eftir erindið, meðal annars Stjórnvísi sem að fekk mig til að koma og halda erindið þar og í dag hef ég bara haldið þetta erindið fyrir ég held að sé að nálgast 2500 manns. Já, það er svoleiðis. Það er svoleiðis og það kemur bara og ég er mjög svona, ég náttúrulega starfa ekki við að halda fyrirlestra, þannig að ég reynir svona að velja mig vel þegar ég held þetta erindi en ég bara alltaf reglulega að spurðu hvort að ég sé til að koma að halda þetta erindi. Meðal annars hefur til dæmis Arion banki verið með þetta fyrir sína aðila í mentaprógrammi, stjórnendur. Ég alltaf meira og meira að spurða hvort ég sé til að hjálpa stjórnendum. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja þig, þetta aðalega fyrir svona mér langar að segja áhrifavalda og svona háttsetta stjórnarmenn í fyrirtæki eða þetta líka mikilvægt fyrir bara venjulegt fólk að skilgreina sig sem vörumerki og vinna markvisst að sýnileika? Já, það sem ég myndi segja og tala hann í erindinu að ég held að í raun og veru ég vil meina það og náttúrulega margir fræðimenn í þessum fræðum, ég vil meina það að við erum öll vörumerki. Og við erum öll að selja í raun og veru leiðum við erum bara í vinnangustæðar að þá erum við að selja tím okkar og við erum að selja þekkingun okkar og reynsluna og þar að leiðandi erum við vörumerki og í raun og veru að byggja upp sitt vörumerki getur bara fært manni auki svona viðskiptalegt virði, það í raun og veru getur auki tryggð og það getur líka ekki samkeppnisforskot. Þannig að við sem erum í raun og veru að selja þekkingun okkar, ég vil meina það, því betur sem við getum skilgreint hana, því betur sem við getum svona bara útskýrt líka hvaða virði þú ert að fá þegar þú ert að kaupa tíma af mér, að því svona betri vara er maður og maður er líka líklegri til að svona vita hvað maður hvað maður á að vera að gera og hvað ekki. Já, bara eins og með fyrirtæki og þessa vörumerki uppbyggingu almennt. Það var svo mikilvægt að halda alltaf í þetta DNA bara í ákvarðanatöku og svona, stendur þetta undir því? Akkurat. Og ég til dæmis, ég á 3 börn og ég legg mikla áherslu á við börnin mín
að þau þekki sitt vörumerki svona á atvinnumarkaðnum, líka bara út af því að mér finnst bara miklu eðlilegra ef að þau fara til dæmis í atvinnuviðtöl að þau getur fært góð rök fyrir því hverja þeirra hæfni sé, hverja þeirra styrkleika sé og hverja þeirra gildi að leiðalög séu og svona og hvert svona þeirra lofórð sem starfsmanns frekar heldur en að telja upp þau fyrirtæki það sem þau hafa unnið áður. Já, algjörlega. Og mér kemur þetta eiginlega alltaf mikið á óvart þegar ég tek fólk í atvinnuviðtöl sem ég náttúrulega tekið 100 núna að hvað fólk á oft erfitt með að útskýra þetta. Það á oft erfitt með að útskýra sína styrkleika, sína hæfni og líka svona færa rök fyrir því. Já. Þannig að ég held að þarna liggja alveg til að svara spurningunni þá held ég að skilgreina sig að þekkja sig sem vörumerki eigi við fyrir alla en svo bara í raun og veru undir hverjum einum komið hversu mikið hann vill miðla því og líka til hvað hóps hann vill ná. Það alls ekki þannig að ég tel alls ekki allir eigi að reyna að ná auknu sýnileika bara til að verða einhvern veginn þekktari. Fyrir mig skiptir alveg máli að vera svona top of mind í viðskiptalífinu fyrir það sem ég vill vera þekkt fyrir eins og það sem mín hæfni liggur af því að bara í viðskiptalífinu eru að koma oft tæki bara, fólk oft bara að benda á þá sem eru top of mind. En svo geta verið aðrir aðalar sem til dæmis bara vilja ná til mjög lítils hóp og segja frá sinni sérfræði þekkingu innan til dæmis ákveði fræðisamfélags eða jafnvel bara innan fyrirtækja vill bara líka bara jafnvel fá svona viðurkenningu á því starfi sem það hefur verið að sinna eða þeim árangri sem það hefur náð. Þannig að það getur verið mjög mismunandi markmið. Já. En ég vil meina að það sé fyrir alla. Þetta í rauninni svona tvennt, þetta alveg tvennt ólíkt. Þetta annars vegar þessi uppbygging persónulega vörumerkisins sem að ég held bara með það svona að lýsa allir hefðu gott að því að fara í smá greiningu og vera með svona sín grunngildi á hreinu. En svo þetta annars vegar þessi sýnileiki sem að getur verið mjög mismunandi og sumir og bara bæði varandi samfélagsmiðla og annað. Það ekkert fyrir alla að vera svona out there. Ég að skipta erindinu upp þannig að ég náttúrulega að segja persónulega sögu. Ég náttúrulega bara og ég minnst alltaf mjög stressandi að fara með þetta erindi. Ég lýsa oft eins og ég segi bara með líða ég sé buxnalaus á sviði að þetta persónuleg saga. Yeah. Og ég skipti upp þannig að ég að náttúrulega fara bara svolítið vel yfir í byrjun hvað vörumerki. Það svolítið mikilvægt að svona áhörnendur skilji það að átti sig á því bara að vörumerki til dæmis bara allt sem við segjum og allt sem við gerum og það hvernig það lætur fólki líða, það það sem mynda vörumerki. Þannig að fá svona áhörnendur til að hugsa það ekki bara litir og logo og þú veist þetta í raun og veru miklu stærri en það. Þetta allt sem við gerum og segjum. Já. Og síðan færum við okkur aðeins í að skilgreina hver þá munurinn á þeirri skilgreiningu og einstaklingu sem vörumerki og svona náum aðeins utan við það. Og svo förum við að færa okkur yfir í aðferðafræðina í hvernig getur maður strategist skilgreint sig sem persónulegt vörumerki og sýnið ísjaka útfærsluna, sýnið minn persónulega ísjaka sem mjög mikið berskjöldin. Já, þetta persónulegt. Já, ég hreinlega bara sýnið hvernig ég skilgreini mitt vörumerki og svo færum við okkur yfir í ef að til að hóla steinin og hafa áhrif á hvernig fólk upplifir vörumerkið, þá þarf að miðla því og þá fer ég að fara yfir í hvernig getur maður aukið sýnileika og hvað sýnileiki og hver formúlan í árangri sýnileika og fyrir að sýna þeim svona mjög dæmi það hvernig ég geri það og hvað ég tjá mig og hvað ég tjá mig ekki og Getur þú nefnt dæmi núna? Já, bara í mínum ísjaka til dæmis leiðarljósin mín eru hugrekki, framtíðarsýn, kraftur og samvinna og það til dæmis það sem ég hef bara algjörlega leiðarljósi í vali á verkefnum og það ekki ótrúlega væntu það sem varst að segja í byrjun að það voru upplifað að það komið ákveður svona samvinnu elementi inn og ákveður svona kraftum, ekki ótrúlega væntu það því að það bara svona svolítið kjarnin í mínu vörumerki og síðan hæfni minn stjórnun, stafræn þekking, sala markaðsmál og þjónusta og áherslu á breytingar. Og í raun og veru þá sýni ég bara hvernig ég í raun og veru því sem ég miðla
að ég reyni bara aldrei að fara út fyrir þennan ramma. Ég helst bara aldrei að segja frá sérþekkingu út fyrir þennan ramma. Já, ok. Og ef þú bara rýnir efni frá mér þá það iðulega bara annarkvort stjórnun eða það breytingastjórnun eða einhvern árangur sem við erum að ná í fyrirtækinu undir þessum ramma sem ég er að vinna með og vill meina að ég sé sérfræðingur í. Já. Þannig að ég legg mikla áherslu á það að reyna að halda mig bara alveg svo ég væri fyrirtæki vörummerki, ég ætla að standa fyrir að vera með lágt verð, að þá ég ekki að miðla að ég sé líka með aukin gæði og aukna þjónustu á aðeins hærra verði en bara reyna ekki að flækja og hafa skýra ramma og skýr skilaboð og hóla svo steinin. Þannig að ef maður líkir svo oft við að ef maður ætlar að hóla steinin ekki alltaf á sama stað, þá hóla mann hann ekki. Þá bara drippar á hann á mörgum stöðum. Og það bara svona trikki við að reyna að hafa áhrif á hvernig fólk upplifir það sem maður miðlar og hvernig fólk þá upplifir vörumerki, að vera konsistent og það raun og lykillinn því að þekkja vörumerkið mjög vel. Þekkja komin alltaf að standa fyrir og auðvitað hef ég líka alveg marga aðra hæfni og langar að segja frá mörgu öðru og á reynslu í alls konar öðru líka. Ég hef til dæmis unnið í rekstri mjög lengi, myndi alveg geta sagt mig vera sérfræðingur í rekstri á ákveðnum sviðum, en ég miðla því ekki. Já, ok. Ég held því alveg út fyrir. Ok, þetta mjög áhugavert. En mér langar að spyrja, þú fórst bara markvisst í þessa vegferð og hverju skilaði það? Fannstu eitthvað árangur eða breytingu til dæmis bara í þessu starfi sem þú varst í á þeim tíma? Já, í raun og veru svo endar þú ert alveg að teikna fyrir mig storyline í fyrirlestrinu. Það skemmtilegt. Hér ætla ég að gera smá pásu á spjallinu okkar Sessu til að segja ykkur frá stúdíónu þar sem allir þættirnir mínir eru teknir upp. Ég fékk Tech húsgagnaverslun með mér í lið til að skapa fallegt, heimilislegt og hlýlegt umhverfi og það óhætt að segja að það hafi tekist vel til. Kíkið endilega á Instagram þáttana til að sjá hvernig þetta lítur út og já, það @vörumörki. En takk Tech enn og aftur fyrir að vera með mér í þessu verkefni og þá aftur að þættinum. En svo endar einmitt fyrirlesturinn á því að við erum að spyrja okkur svolítið svona og virkar þetta? Hvað nú, þú veist að ég er að segja að þetta takir langa, þetta vörumerki verja til yfir langa tíma og virkar þetta? Og þá ég bara að rekja minn starfsferil frá því að ég fer í þetta starf hjá Advania og ég bara að segja dæmin af því hvernig þau tækifæri hafa komið til mín. Og það allt í tengingu við sýnileika. Já. Og það allt í tengingu við það að ég miðla vörumerkinu og til dæmis þegar ég að vinna inn í Advania að þá fæ ég samtal símtal það sem frá Birgi Jónssoni sem var nýtekin við þá hjá Íslandsposti sem forstjóri og félagi gríðarlega erfiðri stöðu, eiginlega gjaldþrota ef ekki verið fyrir eignarhaldið. Og hann að bjóða mér framkvæmdastjórastöðu þar yfir sölu þjónustu og markaðsmálum og hann í raun og veru við unnum mjög stutt saman inn í Advania en við náðum ekki að tala saman þar, hann þekkti mig ekki þar, við unnum bara mjög stuttu verkefni þannig að ég var svona málkunnugunum en ekkit meira en hann hlustar á þátt podcast þátt á Jóns sem var mjög vinsælt podcast þá og örugglega ennþá og ég í raun og veru hef samband við Jóns, þannig að í þessari uppbyggingu minni hjá Advania á fyrsta árinu, þá hef ég samband við Jóns og segi við Jóns, ég hef bara áhuga að vera sögu að segja af starfum minni í Svíþjóð og nú ég komin hingað heim í teknikera og ég held að þetta spjalla með mig. Það var frábært. Og hann tekur það viðtal og þá næ ég svolítið að fara yfir söguna mína og áherslur og það að segja þú veist að ég vil meina þetta sem heilu þrenning, þjónustu, sala, markaðsmála alltaf að starfa saman, sérstaklega með aukinni stafrænni þjónustu og svona og Birgir akkurat að leita bara aðal í þetta starf með stafræna þekkingu, geti farið með þeim í að umbreyta þjónustuliðum póstsins og hann hefur sambandið, ef hann hefði ekki heyrt podcasti þá hann örugglega ekki eftir saman. Nei, að þú verið svona góð í þessu. Nei og sama þegar ég hætti hjá Íslandsposti þá Finnur Oddsson komin til Haga og hann
hefur sambandið mig og við svona byrjum að tala saman og fá okkur kaffibolla, ég raun og veru þurfti aldrei að fara yfir það með honum hvað ég hafi verið að gera. Já. Hann vissi það bara. Þannig að en við þekktust ekki þá og hann fekk mig með einmitt að taka mjög stór vörumerki algjöra bara algjöra svona naflarýni og sömaði mig í algjöra uppstokkum, meðal annars bónus og það umdelda atrið að breyta grísnum og alls konar umbreytingar líka hjá Hagkaup sem við fórum í og Ólís og stofnum stórkaupsvörumerkið og kaup og eldur rétt og alls konar. Já. Þannig að það var einhvern veginn svona, já, það var svona eitt dæmið. Síðan líka fór ég að tjá mig markvisst svona reynslu minna í stjórnarsettum á LinkedIn og fleira og reynslu minni tækni og hvernig oft vantaði aðalega með tækniþekkingu inn í stjórnir sérstaklega í nútíma umhverfi þar sem svo stór hluti af rekstrarfjármagni fyrirtækja fer í tækni og fer í stafræna þróun að það oft vantar aðalega með skilning á þessi inn í stjórnir. Já. Og þá bara hefur sambandið með aðili sem vissi, svona fekk top of mind að leita stjórnarmeðlimi í AGR Dynamics hugbúnaðarhús sem svona íslenskt hugbúnaðarhús íslenskt hugbúnaðarfyrirtæki sem að smíða hugbúnað í svona supply management og þeir þekktum ekki neitt en einhvern veginn náði ég top of mind þar sama með inn í sín sem svo síðan svona þróast yfir í það ég fer í framkvæmdastjórastöð Vodafone og svo aftur núna inn í Haga. Þannig að ég svona reka þetta í þessu erindi, svona hvernig tækifærin hafa komið og færi rök fyrir því, þú veist, þessi bent á þennan, þetta gerist gegn teinistarnet, þarna var ég að bara með sýnileika og segja söguna og ég vil meina það að þú veist, þetta bara skiptir máli, sko. En svo skiptir ekki síðan máli líka bara fyrir fyrirtæki sem ég að vinna fyrir að, þú veist, ég nýti líka mitt plattform og mig til að segja það sem við erum að vinna að og svona líka til að svona miðla inn á við. Ég vil meina það að besta innri markasetningin ofta að stjórnendur sé að miðla markmiðum og árangri út af við. Og ég fann það sérstaklega eins og þegar ég kom inn í Vodafone að við varum bara í mjög krefjandi verkefnum og mikið af þróun sem þurfti að gerast á stuttum tíma með mjög öflugt teymi og ég var bara mjög markvisst duglega að miðla bæði markmiðum okkar út af við og líka inn á við og ég fann það bara allt sem ég miðlaði út af við var svona, fólk að pína að spyrja sig, má þetta bara? Megum við bara segja hvað við ætlum að ná mörgum tengingum á, þú veist, 3 mánuðum, megum við bara að gera þetta? Og svo var ég líka bara duglega að miðla bara út af við, bara í póstum á samfélagsmiðlum og svona, bara hvað árangur við höfum náð. Ég sagði til dæmis í einum áramótapóstunum held ég að vera áramót eða eitthvað, þá sendi ég allt starfsfólki svolítið hressilegan póst, hvað árangur við ætluðum okkur að ná, hvað við hefðum náð og allt svona. Og ég bara miðlaði hann öllum út af við líka á LinkedInum mínu. Og ég fann það alveg að það gaf miklu meiri viðbröð þar sem að ég gaf út af við til starfsmanna. Já. Af því þá voru fjölskyldur að sjá þetta og fleiri og allir, svona, já, gaman hvað að ná góðum árangri, eitthvað svona. Þannig ég alveg nota mitt plattform líka mjög mikið í að segja svona söguna á verkefnum sem og ég vil meina að stjórnendur eru að gera miklu meira því, sko. Já, ertu þá helst að tala á LinkedIn eða hvaða miðla ertu að nota? Já, ég fer aðeins yfir það líka í þessu fyrirlestri og þú veist, ég er svo oft spurð alveg, ok, nú ætlum ég að fara að miðla meira mér. Hvað á ég að nota Facebook, á ég að nota LinkedIn, hvað á ég að gera? Á ég að fara út? Það skiptir engu máli hvaða miðil þú velur. Þú velur bara miðilin sem nær best til þíns markshóps. Þannig að ef að þú ert eins og í minnustöðu, þá er það hefðbundni fjölmiðlar eða LinkedIn sem að skila mér bestu samtalinu með minn markhóp. Þannig að, og ég er búin að vera á LinkedIn mjög lengi, núna er svolítið LinkedIn bylgja, nú er fólk svolítið að auka sýnileika sem þar, en ég finn það alveg að það virkar vel fyrir mig að miðla þar, en svo ekki síður líka bara í samtali við markvíslega fjölmiðla, sko. Já, við getum nú bara tekið bara mjög nýlegt dæmi LinkedIn og það er bara þegar ég sendi þér hvað í gæri eða eitthvað í fyrradag kannski þegar ég lá upp í rúmi og var að skrolla og bara sá færsluna sem varst að tala þennan fyrirlestur sem þú hélst daginn
Já. þú sem vörumerki og ég verð að fá hana í podcasti núna, Já. ég bara sendi þér, getur komið á morgun Já, og þú einmitt. bara, ekkert mál, ég hef ekkert neginn fattað þetta ef ég hef ekki Nei, verið að skróla á LinkedIn, ég hef nú ekki verið mjög virkað inni, bara alls ekki, ég held ég sé búin að setja inn 2 færslur já, og síðasta færslan var sko, já, ég byrjaði að vinna hjá sín sem fréttamaður og næsta færsla núna 3 árum setna var sem ég sagt inn í gær, já, nýrkabli það var ekkert þarna á milli ekki þarna á milli, nei. en ég fann þetta strax ég sett inn bara hvað ég væri að fara að gera og þetta var alveg pínu svona út fyrir ramman að bara setja út í kosmosið Já, bara hvað maður er að fara að gera það er það. en ég er nú ekki með marga fylgjendur og ekki, eins og ég segi, virkað inn á en ég er strax búin að fá skilabóð frá 2 aðilum á sólarhring bara, heyrðu, ef þið vantar viðmælandi podcasti, ég er til Já, og annar sem sendir bara alltaf gaman að ræða vörumerki og ef þú vilt hittast í kaffi ég bara, heyrðu, þetta er satt þetta virkar. Já, Þetta bara, þetta er mjög, LinkedIn er mjög gott plattform fyrir sko, já, fyrir ákveðin markóp og ég held að sé líka bara, ég var til dæmis að, já, ég var svo heppin að vera þarna að halda þetta á þessari flottur ráðstöfna þarna, konur sem breyttu leiknum, talandi að kunna markaðsetta. Það var geggja marketingi kringum alla ráðstöfnuna og frábært line-up þarna. En svo var ég líka, ég var svo heppin að fá að tala við, mjög fjölbreyttan hópar í Arionbanka í gær og og þar kom svo frábær spurning. Það var já, er ekki LinkedIn svolítið svona hæp og fólk er oft svo sjálfsum glatt á LinkedIn og hvernig geturðu ráðlegt okkur að vera á LinkedIn á þess að virka svona sjálfumglaður og með svo góð spurning og Já. og svarið mitt var bara að sko til að miðla sínu vörumerki þá þarf maður alltaf svolítið að stíga inn í hugrekkið, maður þarf að þora að vera svolítið átir og það virkar oft svolítið egocentrist og er það örugglega en það er enginn að fara að segja söguna mína fyrir mig, það er enginn að fara að miðla minni þekkingu eða minni reynslu eða mínum árangri fyrir mig. Ég verð að gera það sjálf og það er oft það sem ég hugsa svona þegar ég er að skrifa LinkedIn postana en ég hugsa líka ég hugsa það í aðra röndina og í hina röndina hugsa það líka er ég að færa virði til þessum lesa þetta? Já. Er ég að skilja eitthvað eftir til þessum lesa þetta? Til dæmis var ég að skrifa postum mistökin sem ég hef lært, ég fann einhverja bók heima, þar sem ég hafi verið að hripa niður eitthvað svona, einhverju stjórnendareynslu svona í gegnum árin og þar voru svona fullt af mistökum í bókinni sem bara ég er bara að skrifa mig í gegnum og ég bara snúmeraði svolítið saman í þessum LinkedIn posti þar sem ég bara svona, náttúrulega ég bara opinbera þessi mistök sem ég hef gert og hvað ég lærði af þeim og þetta var póstur sem að bæði, hann náttúrulega passaði inn í það sem ég veit standa fyrir, er að segja frá stjórnunarreynslu og bara ég er að búti content og búti top of mind innan minns vörumerkis, en ég líka að skilja eftir virði. Ég hugsaði bara, það getur bara verið gott fyrir einhvern sem er kannski að taka sín fyrstu skrif sem stjórnandi, að sjá líka bara stjórnun er fag, maður það bara læra á leiðinni og við gerum alltaf bara mistök og það er bara þannig og já, og þannig ég held að það sé svona allavega mín bestu tips í þessu, reyna að stíga inn í hugrekið en samt að hugsa eins og með allt content, maður á að passa sig að skilja eftir virði hjá þeim sem les sko. Já, mér finnst þetta góð pæling og frábær spurning þarna varðandi að því ég get alveg ímynda með fólk sé svona pínu feimið að vera alltaf að skrifa en þetta er mín upplifun af LinkedIn þessu litla sem ég hef verið að inn á. Það er ekkert endilega að fólk sé alltaf bara að segja frá því sem er vel að gert. Það er einmitt líka alveg að segja frá mistökum og alls konar umræður þannig inni. Fólk er bara, hvernig eru þið að díla við þetta og finnst ykkur að fundir ætti að vera styttri eða lengri, bara svona alls konar gagnleg samtöl sem eiga sér staðan inni á. Algjörlega sammála og sko, það sem ég langar bara eða mesta ráðleggja fólki er að og bara eins í allri miðlun ekki bara tjáðu allt skilju láta sérstaklega maður vill vera þekktur fyrir að vera sérfræðingur í einhverju ekki bara vera að tjáðu í dagum húsnæðisverð og á morgunum mataruppskriftir og hindaginn skilju bara ákvað hvað maður ætlar að standa fyrir og tjásu það og miðla það sem maður er svolítið sérfræðingur í sko, og hefur virði að miðla
sérstaklega á svona miðli eins og LinkedIn. Svo ég alveg til dæmis strategist ég til dæmis á hérna Instagram og þá ég bara með fáa followers sem eru bara vinir mínir og er minna að hugsa mig sem vörumerki á Instagram. Þar ég bara meira að sína hérna af sjálfum mér. Og hérna og þá ég bara að vera amma og mamma og skilu og bara svona nota þann miðil í það sko. Svona persónulegra. Já. Einmitt. En það eitt sem ég vil langar að spyrja þig af því að Ísland er lítið land og þetta sem að þú ert að lýsa svona í gegnum þín störf, það sem einkennir þetta að þú kemur oft inn og þú svona, brettu börmar, við erum að fara í breytingar, við erum að taka til hendinni og sérstaklega örugglega þarna í Íslandspósti, þetta var náttúrulega eins og segir nánast bara á haustnum og það voru alls konar breytingar sem hafa verið erfiðar fyrir marga uppsagnir og svona. Tekurðu inn á þig, hefur fengið eitthvað gagnrýni, og mér langar að velta upp svona varðandi smæðina, þú sem vörumerki, hvernig hugsaðu þetta? Já, ég hef alveg sko, hérna, ég hef svolítið einkennt einmitt að ég er hérna að fara inn og stundum þetta til styttri tíma því ég er að fara inn í kannski félög í svona ákveðnu óvissustígi og eins og Íslandspósti þá var bara gríðarlega erfitt verkefni. Það bara hrikalega erfitt að segja upp mörg hundruð manns á mjög stuttum tíma og í raun og veru gera mikla breytingar. Ég meina viðsnúningur rekstrinum á einu ári var maður tölun alveg rétt, þetta var 700 milljónir. Bara félagi var í bara svo slæmri rekstrastöðu. En ofboðslega flott fólk að inni og það voru einhvern veginn allir svolítið tilbúnir að bara gera allt sem ég geti til að gera hlutina betur og bara frábært hvað árangrið að náða eftir þessi erfiðu byrjunar ár. En ég svona, það alveg sko, þetta hefur alveg kost og galla. Ég eins og þarna í Íslandspósti þá var bara eins og maður segir svona urgency var orðið svo mikið. Það var eiginlega engin tími til að setjast bara niður í róliheitum og bara við þurftum að ná viðsnúningunum hratt og við þurftum að ná sjálfvirkni inn í reksturinn hratt í afgreiðsluleiðunum og svona. Þannig að við höfum engan tíma til að svona selja þá vegferðið eitthvað mikið sko. En svo aftur á móti meira til dæmis eins og í Högum, þar höfum við miklu meiri tíma til að bara svona horfa vel yfir, vinna saman og skilur þannig að sama tíma, sko, get ég alveg ímynda mér, ég alls ekki að segja að það verið þannig í þessu tilfelli og nú vann ég Haukaböð þessum tíma og ég veit að þetta var ekki þannig en ég bara svona tala heilt yfir að þegar það svona rótgróð fyrirtæki sem gengur vel og svo kemur einhver þú í þessu tilfelli og svona, hverju við að breyta? Þá hugsa fólk, það kannski ekki alltaf vinsælt að því fólk hugsa, við hefum alltaf gert þetta svona þetta virkar bara fínt, okkur erum við að standa í þessu vesenni, ég get alveg ímynda mér þetta sé stundum smá svona barátta. Bara algjörlega og líka, ég held að líka stundum sko, elementi mín alveg svona, ég alveg sko, ég alveg high pace sko, ég alveg svona, ég verða alveg sko mjög svona ákveð svona kröftu í vegferð og þegar ég sé eitthvað tækifæri og sé bara betri framtíð og við getum gert þetta svona þá ég alveg bara ég alveg gong-hó sko. Já, ég get votað þess mann í þessu þarna þegar við vorum að reyna að gera eitthvað svona grunn útgáfu á þessu heimasíð og við vorum svona, við skulum kannski bara byrja að senda bara ekki til land eða ég man ekki náttúrulega eitthvað dæmi þú varst bara, hvað meinur, það hægt að gera þetta svona þá erum við bara að byrja á því, við erum bara að byrja á okkur lélera, við bara gerum þetta svona Já, og ég ekkert mikið fyrir að gera hlutin eitthvað nei, þetta myndi lýsa mig mjög vel sko, þannig að það líka eitthvað svona sem að auðvitað getur alveg verið bara sérstaklega þegar fólk vil taka hæg skref og vanda sig og læra og auka þá stundum mjög erfitt örugglega að fá svona aðlegin en ég held samt svona mín upplifun kannski það blanda líka, ég líka læra ég líka einhvern veginn að svona læra að vera sveigjanlegri en ég held bara að pressan á fyrirtækjum bara alltaf að verða meira og meira örari til ákvörðunartöku í svona. Það bara svo mikið að gerast í þróun og stafrænum hlutum hjá öllum. Þannig að ég held að fyrirtækin inn á við sér líka mikið að breytast í þennan svona
þennan svona hugsunahátt, þessa dýnamík. Já, það kemst enginn upp með að segja lengur, já, við höfum alltaf gert þetta svona síðustu 30 ár, við ætlum að halda því áfram. Nei, einmitt, það er ekki bara, boðið. nei, þetta er miklu meira bara, meira hugur ekki inn í fyrirtækin til að horfa til framtíðar og bara hvert ætlum við að fara. Og svo líka hefur náttúrulega hjálpað mér að ég þekki orðið bara, ég vil meina það að ég er orðið svona, hafandi farið í gegnum svona mörg svona verkefni, að þá er alltaf minna hægt að bullshitta mann með því að þú veist, minn tæknistakkur er svo flókin eða eitthvað skilur, þetta er ekki hægt og þetta er ekki hægt, maður var svona búin að sér alltaf svona aðeins hraðar í gegnum, jú, það er alveg tækifærið sem hægt að leysa þetta með svona. Það er mjög sterkt. Já, og líka bara, þú veist, maður svona bara lærir á reynslunni að svona forgangsraða, hvað skiptir okkur mestu máli, og gleymir kannski líka ekki að hafa alltaf kunnan, bara hvað skiptir kunnan mestu máli, hættu við að tala um hvað okkur langar að gera, hvað við höfum alltaf gert og ég reyni að hafa það alltaf svolítið sem möntru, bara gaman að okkur langi að gera það, en hvað vil kunnin og hvað er kunnin að fá, hvað er samkeppnin að gera það sem hann er þegar kannski fann að fá og bara hvað allir við að vera til 5 ára eða mötsum það ekki, sko. Þannig að ég kannski líka læra veist, að selja svona kraftin, sko. Og maður finnir það alveg bara núna maður að tala um þetta við þig. Þú alveg bara svona, þetta er svo mikið passion hjá þér. Þú finnst þetta svo gaman. Ég verð alveg, sko, ég get stundum alveg ekki sofið yfir svona. Og það eru þetta rosalega verðmætt fyrir bara hvað fyrirtæki sem er að fá þannig starfsmann inn. En við langar að spyrja, einmitt, þú eru fyrir svo mörg vörumerki og bara mörg sterkustu vörumerkjum Íslands og líka erlendis. Hvað er svona, er eitthvað sem að þú sérð sem að einkennir þessi vörumerki sem þið átt sameiginlegt? Já, vá, góð spurning. Sko, eiginlega, já, það er eiginlega það að þau snerta marga viðskiptavini. Að þau hafa í raun og veru þjónustan sem þau eru að veita hefur raunverulega áhrif á daglegt líf hjá viðskiptavinu. Já. Þannig að eins og til dæmis þegar ég var hjá Advania, ég meina það er bara Advania með lausnir sem bara vera að nota, við erum öll að nota bara hverjum einastegi. Þannig að hún raunverulega skiptir máli og mikið var að sko tækla innviði, sama eins og hjá Vodafone, bara gríðarlega mikið að bara fyrirtækjum er að nýta þjónustu Vodafone hverjum einastegi og einstaklingum. Og sama eins og hjá Högum, þannig að bara við erum öll að versla í bónus reglulega og hagkaup og þannig að það veitir mér óbúslega mikinn kraft í bara tilgang í mínu starfi að bara fá að vinna fyrir fyrirtæki að betri morgundegi sem að bara raunverulega hefur áhrif á fólk í landinu, ekki bara lítinn hóp, þetta er mjög stóran hóp, að bara skipti máli hvað við erum að gera og hvernig við erum að búa til betri morgundag, hvort sem það er í að ná niður ekstra kostna og geta þar alveg búið viðskiptunum hagstæðari verð sem að gera það verkum að þau hafa meira í budunni eða hvað sem það er, þannig að þetta bara veitir mér alveg gríðarlega mikla ástríðu, sko, fyrir starfinu og það er algjör forréttind að fá að hafa unnið fyrir öll þessi vörumerki og alla þessa viðskiptvenni, sko. Þannig að þú þekkir bæði þessa vörumerki uppbyggingu fyrirtæki og svo hefur verið að tala fyrir þessari persónulegu uppbyggingu. Er eitthvað munur á þessu tvennu? Svona heilt yfir, ég veit að þetta er munur eftir hverjum að einum, en svona þegar þú ert að byggja upp fyrirtæki og þegar þú ert að byggja upp persónulegt vörumerki. Er þetta sama aðferðafræðin? Já, alveg 100% sama. Þetta er í raun og veru bara allt í kjarnan að þekkja vel vörumerkja strategíuna, hvað þú stendur fyrir og þá að þekkja vel það sem er svona undir í seganum, ekki fókusa bara á ásindar elementir sem eru ofar sjáamáluna á íseganum. Af því það er ekki að fara sko breyta neinu í stóru myndinni hvort logoðið þitt er með rúnum hotnum eða hvössum hotnum. Eða hvort að þú sért með appelsínugullitin eða fjólblólitin eða bleikalitin, skilju. Það er bara auðkenni sem að fólk nota við vörumerki. Það er ekki að fara að breyta neinu í sko áhrifum vörumerkisins. Nei, hvað hughrif þetta vekur hjá fólki. En allt sem fyrir neðan sjáamáli er hryggjarstykki svona bara, kallum þetta heart and soul, bara kjarni vörumerkisins. Að þekkja það gríðarlega vel, það skiptur öllu máli og þekkja hvaða hæfni eða hvaða styrkleika vörumerki hefur og bara svona staðfærslu vörumerkisins og líka bara að þú getir
geti staðið við allt sem þú segir og gerir. Þannig að það eitt sem að maður sé líka bara oft fyrirtæki gera, að þau eru að lofa einhverju í miðlunum sinni eða lofa að vörumerki geti gert eitthvað og svo geta ekki staðið við það. Og þá eru sá sem tekur á móti þeim að því að vörumerki vera til í hugum fólks að það upplifir kannski bara eitthvað allt annað. Þetta eins og bara lofar að þú sért með símleis þjónustu á öllum leiðum og svo ertu bara með ömurlega stafræna þjónustu og bara leggur enga ástríðu eða kostnaði að þróana, að það er eiginlega bara verra að lofa því heldur að lofa því ekki. Þannig að ég myndi segja að þetta er alveg sama aðferðafræðin, að þekkja vel og síðan náttúrulega bara að miðla rétt. Þannig að ég er raun og veru ekki að finna neitt upp hjólið með einstaklings sem vörumerki aðferðafræðin. Ég er bara að nota aðferðafræði, vel þekkt aðferðafræði og bara búin að einfalda hana töluvert sem er notið fyrir fyrirtæki og ég vil meina að það er hægt að nota hana 100% eins fyrir einstaklinga. Já, ég er alveg sammálaður og ég bara setjast niður með blað og penna og skrifa niður bara mína kjarna eiginleika, þessi gildi og hvernig ráðleggur er fólk að gera þetta? Já, þetta er einmitt spurning sem ég fæ mjög oft og sko, ef ég er að kóta einhvern veginn gegnum svona að þá yfirlega bara kynniði með aðferðafræðina, sýniði mísjakan og hjálpa svo bara fólki að fara einmitt af stað, að skilgreina bara, ok, mín leiðiljós, ég myndi alltaf byrja þar, hver er mín leiðiljós, mín gildi og síðan að byrja að skilgreina hæfni sína. Og það er alveg bara, það er erfiðara fyrir fólk að gera þetta heldur en maður heldur, sko. Og já, líka eitt sem ég gæti trúað að fólk myndi flaska á og sannilega ég, þar með talin, að það skrifir niður hvernig það langi að vera, frekar en kannski hvernig það endilega er. Ég myndi alltaf í huga því að ég tók eitthvað svona persónleika prófum daginn á námskeiði sem ég var á og svo var búin að svara alveg bara, ég held 200 spurningum, það var mjög svona nákvæmt og svo fekk ég niðurstöðurnar og ég var að vona að þetta væri svona sterkur leiðtogi, gott skipulag og þetta er svona kostir sem ég hefði vilja það ég hefði mátt velja, en þetta var allt svona rosalega í efstu sætunum var þetta svona mjúkt, svona samkennd hjálpsemi, allt þetta. Já. Þannig að ég held að fólk þurfi að því þú breytir þess ekkert, sko, þetta er bara DNA-ð hjá þér. Já. Og þannig ég held að sé svona grundvallar munur að bara hver þú ert og hvernig þú ætlar að vinna með það, en ekki hvernig auðvitað getur gert það líka, hvernig langar að vera að setja markmiðið sem þú stefnir að. Já. En svona Ertu sammálaðið? Ég er algjörlega sammála og til dæmis Ísaki hjá mér, hann er alveg, það er alveg bæstaðans í hann frá því ég byrjaði að, þú veist, ég meira í dag ég er búin að bæta til mér breytingar og breytingarstýringu í hann, sitna mér, af því að ég bara öðrulega svo mikla reynslu í því og ákveðna sérþekkingu í því. Þannig að ég myndi absolutt segja að fólk eigi að skilgrana eins og innan sinna leiðaljós, bara kjarna hvað skiptir að mestu máli. Mér finnst oft ég er áðurlega mörgum að hugsa bara, ok, ef þú ert að velja þér ákveðið starf, hvað skiptir mestu máli að sé í starfinu? Þetta er eins og fyrir mig starfi krefjist hugrekis. Ég er bara ekki rosalega góð ef það á að halda bara status quo. Þú veist, ef það á ekki að vera pínu svona risk í því, sko. Og sé með framtíða sín og sé ákveðin kraftur og það krefir samvinnu fólks og akkur samvinnu fólks, af því mér finnst því bara betur til þess fallin að skapa ef að ég er með ólíkan hópa fólki, þá verður útkoman betri og þetta tók mér rosalega langan tíma að ná í þessi kjarnyrtu orð. Ég er með mörg dæmi undir sem ég bara svona var ekki á orðunum, ég var ekki, skilju, þannig að það leifa sig bara að vera svona í svolítinn tíma að bara svona skilgreina sig, þú veist, en forðast kannski meira að vera að skilgreina sig út frá því, já, ég vann þetta starf þarna, finna hæfnin og finna það sem raunverulega skiptir maður máli, fókus og svo setna að náði í einhver 4-5 orð, bara gott að byrja bara að skrifa góð dæmi og svo fer maður að sjá svona rauða þráðin úr dæmunum, sko. Og vera bara stoltur af því sem maður hefur afrekað, það er ekki, það má alveg segja, ég er hugrakk og ég er dugleg og skipuleg, þú ert ekki, það er ekki sem horfir niður fyrir það, einhvern veginn, að því mér finnst svona, sem vinkonum mínar eru bara, ég myndi aldrei fara LinkedIn og fara að segja bara hvað ég var geggjuð þarna þegar ég hélt hennar fyrirlestur eða eitthvað, af hverju ekki? Já, akkurat. Ég bara
og það enginn að fara að segja sögunum hans fyrir mann. Það enginn að fara í vinnunni hjá mann banka bara og segja, heyrðu, ég ætla bara að fara að segja öðrum aðalum markanu hvað þú ert frábær og hvað þú ert rosalega lustanlega og góð. Það hægt að láta þig hafa endalaust vandamál. Þú sér alltaf, tengir alltaf punktana strax og finnur út hlut. Það enginn að fara út af markanu að segja svona hluti fyrir mann, sko. Nei. Og þetta skiptir bara máli núna í dag bara á þessum breytingum að vera svolítið sýnilegur og vera ekkert að halda sig í einhverju boksi. En svo byrjaði ég líka erinda á því við förum að segja þér líka að 1997 þá ræðileg sem heitir Tom Peters, hann skrifa grein sem að heitir The Branding Called You eða You Called the Branding, eitthvað svo leis, og þar hann svona frumkvöðulega svolítið að skrifa greinum að einstaklingar geta líka verið vörumerki. Og á þeim árum náttúrulega bara fólk að ráða sinni í fyrirtæki og það ætlaði bara að vera í fyrirtækjunum. Það var nú svona líklegast að fólk ætlaði svo bara að fara að feta framastegan innan fyrirtækisins, bara komast inn í fyrirtæki og svo byrjaði bara tröppugangurinn ná upp í einhverja stöðu. Og þegar ég fyrir út á atvinnumarkaðinn, þá þetta svolítið bara leikurinn, sko. Man ætlaði bara að komast inn í ákveðin geiraðan ákveðin fyrirtæki og svo bara byrja að vinna sig upp. Í dag þetta bara ekkert raunveruleikin. Ég meina bara bæði störf að breyta svo hratt, fyrirtæki að þróast og ógnarhafa, bæði sameinast og sundrast og alls konar. Iðnaðir eru bara líka breytast. Þannig að ég bara ráðleika öllum að bara hugsa sig sem vörumerki líka bara því að vera bara tilbúnar í að breytast þegar enn hraðar. Ég meina, við erum bara að sjá tæknin að fara að breyta öllum okkar störfum og færa okkur ný störf, það má ekki gleyma því að færa okkur fullt af nýjum tækifærum. Og ég held að þetta bara hjálpa okkur í að svona greina kjarnahæfnin okkar og vera það líka duglegir að þekkja hana og þá mögulega minni líkur á því við förum bara lemja hausnum við steinin ef eitthvað starf gengur ekki upp, sko. Algjörlega. Og líka bara bara gott að öllum holta svona horfa svolítið inn á við og bara stundapinnu svona bara þekkja sitt virði. Ekki bara að ég fæ borga fyrir að mæta þarna klukkan 8 til þetta, bara hvaða virði ég að fara inn í þau störf sem ég að vinna við, sko. Já, algjörlega. Og bæði það og hvað það gefur þér. Já. En þarna, minnst þetta, við getum örgulega að tala endalaust þetta, sko. En svona loka spurning sem ég, svona þema sem ég ætla að hafa líka í þessari seríu, og það hvaða ráð þú myndir gefa hlustendum eða svona hvaða skilaboð þú vilt að þeir taki með sér úr þessum þætti? Já, sko, það sem ég myndi helst vilja bara hvetja alla til og kannski sérstaklega þá sem eru að hefja sinn starfsfama og að bara hugsa þetta, að hugsa að einstaklinga geta líka verið vörumerki og hvaða virði það getur fært til einstaklingum að bara svona byrja strategist að hugsa sig þannig og miðla sér út á strategiskan hátt. Af því að ég vil meina það að það geti ekki fært neitt annað en tækifæri. Og en þetta vörumerki verða til yfir langan tíma, það má heldur ekki gleyma því og það þarf að gera það strategist og það þarf að halda út. Það verður ekki til með einu LinkedIn post eða einni aðgerð. Þetta fjöldi aðgerð yfir langa tíma og það það sem ég myndi líka vilja að fólk myndi hugsa um. Ég til dæmis átti bara mjög skemmtilegt samtal við strákið minni daginn sem 28 ára og hann að vinna í alveg gríðarlega flottum verkefnum og að gera frábæra hluti og fæ að grópa með þess af honum. En og ég var að hvetja hann til af hverju ertu ekki búin að deila þessari sögu? Af hverju ertu ekki búin að segja þetta einhvers staðar? Þetta bæði frábær saga fyrir fyrirtæki sem þú ert að vinna fyrir viðskiptavinnum sem þú ert að vinna fyrir og fyrir þig að þú hefur leitt þetta verkefni svona og með þessar niðurstöðu. Og hann pínur bara svona, já, að því ég alveg mjög mikið að hvetja til að hugsa sér sem vörumerki og þekkja sitt virði og allt það. Og hann alveg bara svona, já, ég hef náttúrulega verið búin að því. Ég hugsaði líka getið frábær saga fyrir viðskiptin og fyrirtæki sem ég að vinna fyrir. Þannig að ég hvet alla alveg bara til að hugsa það. Líka bara frábært að fá meira þannig efni sem við getum öll lært af, sko. Algjörlega. Svo það líka náttúrulega fyrir fyrirtæki. Vil ég líka meina að þetta sé bara einn stærsti tækifæri innan fyrirtæki að virkja mannauðinn og styrkja einstaklinga innan fyrirtækina sem vörumerki.
af því það besta leiðin fyrir fyrirtæki til að segja sögu fyrirtækisins líka og þannig árangur sem verið að vinna af. Það getur ekki orðið neitt annað en jákvætt út af því að starfsfólk sé að segja frá þeim verkum sem að það að vinna fyrir fyrirtækið. Er það ekki? Getur aldrei verið neikvætt? Þekkir ekkert dæmi svona það sem að því að vörumerki almennt eru ekkert alltaf frábær og ég veit ekki, kannski, ég veit ekki hvort maður að segja frá þessu. Þegar ég hugsa svona persónulegt vörumerki, kannski fyrir þetta spjall, þá einhvern veginn hugsa ég Trump. Ég hugsaði það voru svona nokkri íslenskir stjórnmálamenn sem kom upp í hugan, svona sterkir karakterar sem bara svona, þetta það sem ég hugsaði, sko. Þannig að, og þetta örugglega mörgum sem finnst bara Trump frábært vörumerki og allt það, en getur þetta aldrei verið neikvætt? Jú, sko, ímynd vörumerkja getur verið mjög mismandi. Já. Það má ekki glemma því, sko. Það getur alveg verið bara mjög mismandi. Hvernig einmitt upplifun af fólki, í hugum fólks. Já, því hún misjöfn. Já, hún misjöfn. Og hún getur verið misjöfn á milli okkar líka, sko. Og auðvitað getur það alveg verið þannig að það er ekkert gott fyrir fyrirtæki að einstaklingur sé að miðla ákveðnum hlutum. En ég veit samt meina það að ef einstaklingar að miðla og líka bara fyrirtæki svona kenna einstaklingum bara innan fyrirtækisins hvað með að miðla í nafni fyrirtækisins og hvað ekki, að þá getur það ekki orðið til neins annars góðs. Ég til dæmis hef alltaf strategist unnið að því öllum þeim stjórnum sem ég hef unnið með sem orðið bara mjög margir og eins og til dæmis inn í Vodafone að það voru ég bara með mína samstjórnendur sem voru að vinna í teiminu hjá mér bara í raunverulegu coaching á bara hvernig við segjum frá okkar árangri út af við og ég var svona svolítið ein að segja þess að sögu til að byrja með en svo bara eftir smá tíma voru þau hvað flest öll farin að deila líka út frá með sínum hætti en þekktu vel markmiðan og hvað svona við værum að deila og hvað ekki bara því að maður svona búin að sína og við erum alveg að sjá til dæmis, ég hef til dæmis tekið eftir að Síminn að gera þetta mjög vel. Marían í forstjórinn í Símanum, hún til dæmis hún mjög dugleg á LinkedIn að deila árangri og ég sé að aðra stjórnendur þar vera að taka söguna upp sem hún að deila og halda áfram að hóla steina þar sem þau vilja standa við út af við. Þannig að hún bæði að taka sitt vörumerki og deila áfram í nafni fyrirtækisins og þeirra, þannig að það er alveg að gera mjög flott að blanda þessu, en auðvitað getur það líka alveg verið hættulegt ef að þú ert með, það sem alla umræðu auðvitað. Já, auðvitað, þetta líka bara svona margir hluti sem þurfa að koma saman, þú getur ekki látið starfsfólki að setja inn færslu bara þessu gaman í vinnu og ætlit fyrirtæki, ef það er það ekki. Það þarf að vera raunverulegt. Já, og maður á aldrei að vera að deila neinu nema það sé, maður getur verið sannur. Það var stundu bara betra að þegja. Akkurat, ég held að við látum þetta verða loka orðin en þetta búið að vera frábært spjall hjá okkur og ég vona innilega að hlustundur hafi haft gaman af þessu og ég en Sesselja Birgisdóttir, takk kærlega fyrir komuna. Takk kærlega. Þessi fyrsti þáttur verður þá ekki lengri. Ég ætla samt að benda ykkur á að það er nú þegar komin út annar þáttur. Ég gaf nefnilega fyrstu 2 út á sama tíma. Þeir eru ólíkir en báðir ótrúlega áhugaverðir. Svona, þó ég segi sjálf frá. En viðmælandi minn í næsta þætti er Vilma Ýr Árnadóttir, hin eina sanna, Vilma Home. Við fórum alveg á dýptina í því spjalli og Vilma opnaði sig hluti sem hún hefur aldrei rætt opinberlega áður. Meðal annars hvaða var sem var til þess að hún ákvað að segja upp starfinu sínu eftir 19 ár og hvernig henni sárnuðu viðbrögð yfirmanna og samstarfsmanna í kjölfarið. En hún segir líka frá því hvernig lífið breyttist til hins betra þegar hún tók loks af skarið og stofnaði sitt eigið fyrirtæki sem hefur náð ótrúlegu flugi á stuttum tíma. Hvernig umræðan ný fyrirtæki snýst í dag oftar en ekki að þau hljóti nú bara að vera að kaupa drasl af AliExpress og selja. Og hún segir einnig frá mistökum sem kostuð hana alveg mjög margar milljónir. Já, við fórum víðan völl. Næsti þáttur kemur út á þriðjudaginn. Takk fyrir að hlusta í dag. Ég heiti Margrét Björk og þetta er Vörumerki.